Það sem við erum að sjá hér á Íslandi eins og alls staðar annars staðar eða ójöfnuður hefur verið að aukast og þá kannski sérstaklega það sem mikið talað í alþjóðlegu samhengi að auðurinn sé alltaf að færast á færri og færri hendur. Leið verður aukin aðgreining varðandi búsetu, varðandi hvernig fólk raðar sér í skóla. Þannig að blöndun í hverfum og stofnunum og í talningu skólastofnunum, hún verður minni. Það alveg margt sem við getum gert. Stjórnvöld viðurkenna fátækt sem ég held nú að þeir eru aðeins búin að gera, en þá þarf að setja svona mælanleg markmið. Við höfum ekkert sem er mælanlegt, þannig að við vitum aldrei, þetta alltaf svona hugulegt, hvort við höfum náð árangur eða ekki. Það er gríðarlega mikilvægt að huga að því þegar á að vinna að markmiðinu að útrýma fátækt. Að öll kerfin séu gerð ábyrg og þau séu látin vinna saman. Og þá erum við að tala til dæmis eins og menntakerfið sem auðvitað mikið í umræðunni að þar vanti fjármagn. Ég held að það sé líka rosalega mikilvægt hér að huga heilbrigðiskerfinu. Að það sé ekki eingöngu kalla til fólksins sem vinnur í velferðar- og menntakerfunum að einhvern veginn leiðrétta þá misskiptingu sem orðin til, heldur þarf hagkerfið að skoðast og jafnvel endurskoðast með mjög gagnrýnum hætti til þess að ná þessu markmiði.